Já, ég er hjartalega velkomin í beina útsendingu frá drættinum í fyrstu undankeppni Meistaradeildar Evrópu. Ég er meðan Helga Má Ellingsson, betur þetta sem Automan. Hann er einn í beinni með mér frá Portugal, Helgi. Jú, komið sæl. Gaman að heyra þér og takk fyrir kynninguna okkur. Já, röddin mín er náttúrulega ekki hönnu fyrir útvarp og andlitið á mér ekki hanna fyrir sjónvarp, þannig að það er nú svolítið slæmt fyrir mig. En við gerum okkar best úr þessu. Það á að byrja eftir 1 mínútu. Við heyrum að hér er tónlist í bakgrunninum, spennandi. Það er ekkert byrjað að gerast þetta úti, við sjáum þetta hérna á skjánum að bak við okkur. Þarna við erum að bíða eftir því að komast í samband við Sviss. Neon. Þú ætlar að renna aðeins yfir fyrir okkur hvað ætlum að gera, Helgi. Þú ert náttúrulega bara með einn væntanlega óáfengan Fanta-drykk. Eitt óáfengan Fanta svona í hádeginu á þriðjudegi. Eftir þjóðhátíðardaginn, einmitt. Við ætlum að fylgjast með þessu í beinni og við erum með svona íslenskt kommentari fyrir okkur til að við skiljum hvað er að gerast. Og í gær fengum við náttúrulega upplýsingar hvaða mótherja við getum fengið og við förum kannski betur við það á eftir. Men við fáum fólk inn í útsendinguna, það er ennþá klukkan ekki orðin. Klukkan ekki orðin og við erum að eigum vona á samband við hann Gunnar Magnús sem er hann er, má ekki segja hann sérlega ári í þúfu okkur Víkinga, hann er svona, við reynum að hjálpa en Gunnar Magnús er flækist átt fyrir, hann er vesinn á honum, en hann ætti að vera dett inn bara hvað og hverju með beint sambandnir í Vík. Nákvæmlega. Þeir ætla að vera að draga þetta eitthvað lengur nú er þetta byrjað að rúlla, ætlum aðeins að hlusta á byrjunin hérna. Já. Skulum sjá hvað þetta ekki lækka í þessu aðeins. Þetta er nefnilega svo gaman að fikta, Helgi. Gaman að... Elskar. Svona... Good afternoon, everyone. A warm welcome here to the House of European Football in Nyon for this first draw of the new men's club competition season, the 2024-25 UEFA Champions League first qualifying round draw. It's been just a few weeks ago that Real Madrid won the 2024 UEFA Champions League final after a great match against Borussia Dortmund in Wembley. And just a few days ago, the European Championship in Germany started with great football and a lot of excitement for all fans around Europe. But today, we already turn our focus to the exciting new season of the UEFA Champions League with the first draw. As you know, the first draw of the season is always very special, as it marks the beginning of a new chapter. But today's draw is even more special and has added significance, as we officially kick off a new era of UEFA club competition football and of the UEFA Champions League. The 32-team group stage has evolved to a new 36-team league phase that will provide us with more clubs, even more excitement, emotion, unpredictability and competitiveness from start to finish. For this new UEFA Champions League, 29 clubs have already qualified directly to the league phase, with now 7 spots left to be filled, of which 5 domestic champions will qualify via the qualifying phase, and the process to complete the 36 teams lineups starts with today's draw. Therefore, congratulations on winning your domestic championship and qualifying to this historic new UEFA Champions League. It is a fantastic achievement and special congratulations to those participating in the UEFA Champions League for the very first time. Please allow me to also pass on congratulations from UEFA President Alexander Schäferin, who wishes you the very best of luck for the start of this season. At the end of this season, the final will take us to Munich, where one team will lift this iconic trophy on 31st May. So, who will follow in the footsteps of Real Madrid? Let's find out, and the road to Munich begins now. So let's get ready for the draw, and therefore I hand the floor to my colleague Tom Barlow, Senior Competition Manager, who will guide us through the draw and will explain the technical procedure first. Thank you, Toby. Good afternoon, everyone, also from my side.
Before we dive into the details of the technical procedure that Toby just mentioned, please note that, as usual, the draw procedure with all relevant information was published in advance of the draw for ease of reference. As a reminder from this, nonetheless, the matches of this round are to be played on the 9th and 10th of July for the first leg matches, and 16th and 17th of July for the return fixtures. However, before finalizing any arrangements for these matches immediately after this draw, please keep in mind that any set match dates will be communicated in writing to the clubs and the associations later today. With that said, we can move on to that technical procedure we mentioned, but first we have a short video here that will explain the key draw principles. Fara hans með okkur, þetta flókiferli Clubs are seeded for the draw in accordance with the club coefficient rankings. Þetta þekkjum við, þarna Víkingur með sín 4.500 stig. Administration forms groups comprising an equal number of Og við erum í seeded þessu and unseeded clubs. Hægra megin. The UEFA Executive Committee has decided that teams from certain countries may not play matches against each other. Clubs from such countries cannot be drawn together. According to the participants of the draw, the groups will be formed in order to respect all of the principles. The ties are determined by means of a draw. 2 bowls are prepared, one for the seeded teams and the other for the unseeded. One ball will be taken from each bowl, and are then placed in a central bowl where they will be shuffled and drawn again. The ball drawn first indicates the team that will play the first leg of the tie. The same procedure is then repeated until all the pairings have been drawn for the first group. And then repeated to determine the pairings for the remaining groups. After the draw, if it becomes apparent that any ties are or may potentially be affected by city or stadium clashes, these clashes will be resolved in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee for City and Stadium Clashes. Spennan magnaði hérna. Það skilabóð frá honum Guðjóni sem einmitt í I think that gives you a pretty good idea of what we're about to do up here now. And with that in mind, I'm just left to explain a few of the specificities of today's draw before we get started. Have been split into groups, and for this round... Bara mjútum hann. Bara sorry, elsku UEFA maður, en hérna, já, við erum með smá útskýringar. Ætli ekki aðeins kannski kíkja það örstutt áður en við byrjum, Helgi? Jú, sko, eins og við fangum að sjá í leiðbeiningum á hana, þá er þetta seeded og unseeded. Víkingur einmitt unseedaður í grúppu 2 og þannig myndi koma skjáin hvaða lið við getum mætt. Það er hérna efri 5 liðin á skjánum. Það er HJK í Helsinki í Finnlandi, Flora Tallinn í Íslandi, Klaksvík hjá vinum okkar í Færeyjum, Shamrock Rovers í Írlandi, hjá í Dublin og svo RFS í Lettlandi sem er í Riga á sama stað og Víkingur spilaði fyrra, sömu borg. Og þetta eru allt góði mótherjar og þeir eru sem betur ekki mjög langt í burtu með hvað þeir geta fengið. En það eru nokkur þarna favorite, en við áttum kannski að hlusta aðeins á hvað er að segja. Já, skiptum aðeins yfir til Svissin aftur. Kosovo, FK Borak Banja Luka from Bosnia and Herzegovina. Kannski læk, ef við höfum bara svona 50 áður. Hamrun Spartans FC from Malta, FC Struga from North Macedonia. Þarna sjáum við grúppu 1 og að fínt að fá við svona tilfinningu fyrir sem að horfa á grúppu 1. Þar Gibraltar, Slóvakía, Wales og Wales sem hefði við nú kannski vilja fá hjá okkur en skiljanlega voru við settir annars staðar. Þeir eru byrjaðir. Þetta er komið að stað. Nei, ég gæs að þú er komin upp nakkan. Þetta er kyrrt frá áfram. Við náum ekki að tala eitt og lýsa ætlum að tala hérna. Nei, við bara gerum okkur besta. Við erum bara mjög spennt öll hérna. Spurning hvort Gauji geti redda með einu svona bolta, það var nú gaman eigið svona. Já. Við viljum fá líka kamerur í salinn, sko. Má sjá. Þarna byrjuðu það. Slovan Bratislava. Slóvakíu. Á það heimaleik, 9. og 10. júlí. Struga í Makedóníu. So, the first fixture for this historic season will be SK Slovan Bratislava playing against FC Struga from North Macedonia. Kannski hendur på skjáin þetta er mynd úr salnum. Guðjón Guðmundsson og Haraldur, formaður og framkvæmdastjóri, hérna þeir báðir í salnum. Þetta er, þeir sitja hlýðin á KÍ Klaksvík.
staðfest. Geðveikt. Munu þeir hringja sig inn í útsendinguna, hörðu? Nei, við náðum því miður ekki. Þeir eru báðir ekki sérstaklega klárir í tækninni, þannig að við leggjum það ekki á þá. Nú annar verið að draga aftur, þeir keyrða bara áfram. Herðu, þetta koma vinnur okkar New Saints í Wales. Hvert eru þeir að heimaleika á? Hvert eru þeir að fara? From Montenegro. Það er Svartadal land. FK Decic. Perfect. Let's keep on. Yes. Svo hörðu myndin með þarna prósentunum þarna til að henda henni upp meðan þeir eru. Næsta mál. Ég nefnilega er svolítið klár, sko. Anna. Þetta er bara football rankings gæinn okkar, vinnur okkar líka á Twitter. Viltu sjá hvaða liðið þá hérna? Já, algjörlega. First leg at home. Þetta er mjög spennandi. FK Borak Anja Luka. Það er að læra þessu nöfn. Bosnia í Hossikóðuna, þetta Borak. Þeir voru neðst sítaðir. TF Ignatia from Albania. Á móti Albaníu. En kíkjum eftir á prósentum, bara örstuð. Því það er aðeins að... Já, bara örstuð. Sjáum við Víkingur hérna hægra megin í unsíðið fyrir miðjum. Með 90 tölum, 47% líkur að to qualify. Segir hann þessi gæi, en þetta breytist alltaf eftir dráttinn, en svona var þetta í gær. Og nú er náttúrulega búið að grúpa þetta niður, en við gangar bara rétt í skjótu sinn. Einmitt. Þá fáum við hérna síðustu... Nei, þetta er næst síðasta, já. And the next team, first leg at home, Hamut Spartans FC. Það styttist í Víking, skiljið, við erum núna bara Group 1, það er Group 2 sem við erum að fara að horfa á. Þarna voru Maltverjar. Það eru þeir fært ekki Gibraltar. Rauðu innbarnir. Þetta Þetta er náttúrulega eitt besta nafn fótboltasögunar. One more left. Yes, last one. We know the teams. Let's find out the order. The Order, eins og mann segja. Who will be Þetta er spennandi. team playing the first leg at Síðasti home. viðrögnin í þá hóp 1 ekki satt. Second leg at home. Jú, algjörlega. Og við erum í Group 2 sem er bara næst, þannig að nú er vonandi allir Víkingar séu búin að stilla á streymið. Já, við erum komin Spennan í algjörlega. From Kosovo. FC Balkani. Balkani. Og ég er ekki með þetta fyrir fram með hverjir eru þannig fleiri. Þú varstu með 2 sóðlur. Já, nú er ég bara svona Luka Gáila, Andorra, Santa Coloma, vinna okkar. That's a great start for the new Champions It's a League. great start. Finished. Ég er bara mjög sammála. Þetta gengur svo hratt að ég er eiginlega orðlaus, sko. Já, þetta er bara, þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Nú er komið að okkar hóp. Helgi Súper þarna á Fanta Lemon. Já, það var ykkur sterkara líklega, en... Þetta er Shamrock Rovers FC. spennandi. Ok. Sjá okkur. FCRFS. Já, þannig erum við. Við erum bara í fullscreen. And on the unseeded side, Algjörlega Víkingur, Larner, Hakavísik, Selje og Differential í Luxemburg. Erum þetta unseeded, seeded Helsinki, Tallinn, Klagsvík, Shamrock og RFS. Já, og við getum dreigist á móti liðunum vinstri megin. Bara svo það sé alveg hreinu. yes, Það er 20% líkur að fá eitthvað af þessum 5 liðum. Þú ert nefnilega sleipur í starffræðin, Helgi. Það er ekki... Það getur svona klárir, sko. Þetta er byrjað. Þetta er byrjað. Sjáum hvað lið kemur upp á potinu. Hvaða lið fær fyrsta heimaleikin í þessum riðli. Find out Þessum hóp. who will be the first team drawn of Group 2 and playing the first leg at home will be Heima 9.10. júlí. FC Flora Tallinn. Flóra Tallinn. Estonia. Tallinn. Það eru Eistarnir. Tallinn. Og þetta er lið sem að ég persónulega tel að við myndum vinna. NK Celje from Slovenia. Ok, þeir fá Selje. Þú ert með, við förum svona eftir dráttir og förum aðeins yfir þessa staði og skoðum aðeins betur hérna Á korti. út með svona smá kynningu eftir hérna. Herðu, þá er Tallinn farið. Þetta er æsispennandi. Víkingur fái nú heimaleik. Second Það myndi team gleðja mig mikið. and pairing. And the first team drawn will be the first leg at home, which will be K Klagsvík. K.I. Klagsvík. Herðu, Færeyjar. Fáum Færeyjar. Hérna í kolonum við hliðin á Guðjóni og Haraldi Hvað gerist? í salnum. Það er Luxemburg. Nei, þeir farið til Lux. Klagsvík farið til Lux. Og í pottinu núna eru Helsinki, spennandi, maður. Shamrock og RFS. Já, við erum, Það er Ég er að fara yfir um hérna. eða Finnland. ég slögt á myndavélinni því að það perlar að mér. Já, ég er með sólglurur núna til þess að sjáast ég sé að gráta. Picture of this group Sjáum hvað lið Já. hér. who will be Það er, drawn, and it will be FK Panevėžys Það er- from Lithuania.
Lithuania, ok, þetta er unsýtið lið, þannig að þá erum við ekki. Þá erum við ekki, nei, einmitt. Opponent will be HJK Helsinki. Það er Helsinki, við sleppum vinnuna. Nei, sleppum vinna, það er semst annarkvort Írland eða Lettland. Þetta er, Helsinki from Finland. þannig það er annarkvort. Við fórum til Ríga í fyrra. Það er RFS eða Shamrock ekki satt sem kemur til greina. Jú, það er rétt. Dublin eða Ríga í Lettlandi. Nú verður gaman að sjá, við viljum ekkert meira núna heldur en heimaleik. Spennandi. Sendum góða ströma í kúlurnar. Remaining 4. Já. Who will be the next team Við drawn? viljum, það er ekki bara Dublin. First leg at home. Fáum eitthvað gott hérna. FC IFS Það er RFS. from Latvia. Það er Ríga, það er FS í Ríga. Víkingur gæti komið núna. Will be Larn FC. Heyrðu, from þá er Northern komin niðurstaða. Við fáum Við Shamrock erum Rovers. að fara á Shamrock. Það er Írland. Nú Það er bara Dublin. það er bara útkljá núna hvort við fáum heimaleik í fyrra eða setni. 9. og 10. Rétt. Akkurat. Shamework or Svo förum við aðeins yfir með Vá, eitthvað flækja herru, hvernig þetta er klárt, dagsýndar verða tilkynntar. En já, við getum tilkynnt það hér með. Við fáum Shamrock Rovers í fyrstu umferð meistaradeildar Evrópu undankeppni þeirra. Sjáum hvort við fáum ekki bara heimaleiki líka. Gangi ekki bara allt upp hérna hjá okkur í dag. and Látum við sjá. at home will be Viking Heyrðu, það er heimaleikur. Iceland. Það er Heimaleikur í Víkinni. Það er hamingju stund. Ó, þvílík gleði. And of course, no surprise, Og their opponent. Shamrock Rovers. Rétt hjá honum. Þetta kemur ekki á orð. Það er Dublin maður. Shamrock Rovers. Þá er eiginlega þessari útsendingu hjá þeim sko þannig sé lokið One ekki. more group. Já, Nei, grúpan já, fyrir bara ekki, við mjúta gleymum því. þá. Við skulum mjúta þá bara Já, og hellum okkur í það sem skiptir okkur máli hér. Fyrirgefið kæru Rétt. UEFA-menni stóðu ykkur vel, en nú er komið að okkur. Þetta sko, hörður, pældiðinu, klukkan er 14 mínútur yfir 1 og þeir eru búinir að keyra bara dráttin í gegn, sko. Þetta er ótrúlegt sko. Næstu- Ég er sem í kvíðakart þetta, en við erum hérna með Gunnar Magnús, Já, beinni frá Víkinni. Spurning hvort að Gunnar geti komið aðeins inn núna og fengið smá svona feedback úr, hann er alltaf með Android síma, þannig að ég veit ekki alveg hvort það gangi hjá okkur. Sjáum hvort það gangi. Kannski tek Gunnar er sóndingin. hérna komin einhver vandræði, það er allt blurrað hjá honum. Já, En það er skulum bara, svona, meðan að Gunni nær sambandi, skulum við bara kíkja hérna á ferðalögin. Við vorum hérna með þessa optiona fyrir dráttinn. Nákvæmlega, við erum núna og þetta langaði mörgum að fara til Færeyja og svona. Algjörlega, en þarna erum við að fara til Írlands. Þetta er náttúrulega frábær staðsetning fyrir okkur til að ferðast til. Algjörlega. Það er eiginlega hægt að segja það með sanni, ég get að segja bara staðfest hér að við munum tilkynna einhvers konar hópferð, en það er alveg klárt mál að við munum reyna að gera það. Það er alveg klárt út af að, eins og hún segir, Dublin er það vel tengt við okkur að ég enda að séu 3 flug á dag oft. Það er svo, Iceland er jafnvel með 2 flug og svo flug Play líka beint þarna. Já, Þannig að það er eiginlega engin afsökun að fara ekki í ferð til Dublin. Þetta er eiginlega hagkvæmasta staðsetningin af þessum 5 sem þú nú á skjánum fyrir. Já, og miðað við sko verðið á flugum innanlands í dag, þá er þetta sennilega ódýrara en að fljúga til Akureyrar. Þannig að afsakanirnar eru fáar. Við ætlum ekki að fjölmennta alveg ríkalega á þetta. Einmitt. Það sem er eftir núna kannski er helst það að hérna kemur Gunnar aftur inn, hann er í tómu tjóni. Já, reynda að fá hans feedback frá honum. Já, það sem er helst núna sko er að, maður sjá, nú þá fólk bara fara að skipuleika sumarfríin sín. Þarna er Gunnar kominn í beina útsetningu úr kjallaranum. Nei, þetta er á Frekabar, en þetta er eins og útsetning frá 1926 í bóði Android. Þökkum Gunnar Magnúsi kærlega fyrir það. Þarna eru okkar helstu menn. Hann heyrir ekki í okkur, enda er hann kannski ekki þekktur fyrir að vera Við heyrum í ykkur. Þarna við býtum fyrirgjöðu, það heyrið þá hvað ég sagði, afsakaði það einilega, þetta held ég að vera engarsamtal. Bjóðum ykkur kærlega velkomin í samband við okkur hérna. Hver eru staðnum? Hvernig eru viðbrögðin? Hvernig er ánægð með það? Hvernig er ánægð með það? Þetta er eins og að hlusta á RÚV frá 1926 við þökkum kærlega fyrir valið að snjallsíma. Já, menn er að fagna þessu ára. Menn er að ánægð með þetta. Já, flott, það er klappað í vikunni, við klöppum hérna. Og setjum spurningmerki við það að hafa Gunnar Magnús í þessum hópi eftir þetta innslag. Gunnar, þú nærði einhver viðtölum væntanlega það nokkuð? Jú, við getum tekið viðtal við hverju viljið fá. Ég væri til að sjá röddina aðeins koma hérna í mynd, sko. Þó við sjáum nú ekki mikið í hann, þá væri nú gaman að Sverrir, hvað er? hljómfara tóna hans. Þá sér aðeins hérna
til okkar, byggjum aðra í salnum að hafa þögn á meðan, ég veit það er erfitt, en Já. þetta er eitthvað hljóð. Komdu hérna undir fánan. Þið verður bara að trúa mér ekki Sverrir, ég sjá það alltaf ekki vegna gæðana. Sverrir. Sjáum hvað þið fáum ekki Sverrir hérna, jú, þarna er hann. Er hann kominn? Sverrir á. Heyrðu ekki. Já, heyrðu, sæll Sverrir, við ætlum bara að fá að heyra aðeins frá þér hvernig þið líst á svona hverju fyrstu viðbröð í Víkinni. Okkur líst mjög vel á það. Geðslega vel á það. Við vorum Herðu, nú verður vel að því miður það heyrist svo rosalega illa í þér Sverrir, ég held að við verðum að biðja Gunnar Magnús að skamma sína aðeins bara en það er gaman að sjá þig og nú er myndgæðan allt önnur, þarna sjáum við mitt fleiri víkinga á bakvið. Sko nú eru Halli og Gaui úti í Sviss og á morgun verður dregið í aðra umferð, ekki satt? Já, einmitt, við ætlum þá að vera live á morgun en mun sennilega nota okkur einhvern annan tæknimann en þann sem stendur beint á móti þér. Við ætlum aðeins að renna Helgi með smá upplýsingar hérna og bara gaman að sjá okkur í Víkinni. Takk fyrir að koma inn til okkar. Við ætlum aðeins að renna yfir smá í lokin hérna frá Helga. Já. Viltu spyrja ykkur meira frá Víkinni? Takk fyrir okkur. Glæsilegt að sjá, geggjaði að sjá strákar hann niður frá. Takk fyrir okkur. Og svo er það stórleikur í kvöld, valsleikurinn allar að kaupa miða núna. Guð, ég bara maður gleymir það ekki í gangi. Herðu, sjáumst, takk fyrir okkur. Herðu, já, Helgi, þú ert með hérna. Já, sko, nú zoomum við bara beint inn á Shamrock Rovers. Núna náttúrulega maður að passa hvernig maður orða hlutina, en ég var búinn að stúdra á aðeins og ég er engin þjálfari, en ég held að Víkingur eigi mjög góðan séns í þennan leik og þessa leiki á móti þeim. Já, ertu raunverulega að segja þá kannski svona heiðarlega að það sé var ekkert skrítið ef við myndum gera okkur væntingar að vinna þennan leik, þú veist þar bara? Já, sko, það var allan að þau ekkert að fara með þann haus að út að fara að tapa niður, sko, og ekki hérna heima heldur. Þeir eru kannski 3. sæti í deildinni, tapa, vinna, þannig að þeir eru svolítið á flakki. Veistu hvort þið séu á gerðurgræsi eða grasi? Nei, ég er ekki búinn að skoða það hérna. Þetta er alltaf partur af því sem við erum að bæta hérna í Víking TV, það er að undirbúningurinn er alltaf minni heldur en meiri. Já, en byrju, á ekki bara finna út úr því með að við erum að hérna. Ég skal aðeins þetta, bara aðeins að lokum, sko, það eru á morgun er dráttur aftur á sama tíma, þá eru dregin þessi lið, þessar 5 viðureign verða dregnar þá hérna í næstu umferð, þannig að það lesi vinnur okkar viðureign, það fá að vita raunverulega hvaða viðureign við getum mætt næst. Það verður aftur í beinni hjá okkur á morgun. Þá verðum við vantilega ekki með þennan tæknimann aftur, hann er vantilega búið að senda honum uppsögnarbréf hið snarasta eða snúa niður í Frikkabar og við munum fá aðeins mér upplýsingar frá Gauja og honum hérna Halla á eftir hvernig þetta fyrirkomulega verður á morgun. Ég held að sé alveg að segja það að við erum farið til Írlands, þá er frekar augljóst mál að við erum að fara við munum Eurovikes eru að fara í ferðalag. Já, það er alveg ljóst og samfélagsmiðlar munum væntanlega tilkynna þetta á næstu sólarhringum í mikilli framtíð, náinni framtíð. Já, algjörlega. Við fylgjumst með á vikingur.is, við verðum með þetta á samfélagsmiðlunum okkur líka. Ég held að sé ekkert mikið meira Helgi sem okkur langar að fara yfir, það er ekkert annað sem ég held að sem að vanti hér í þessu útsendingu, sko. Kannski þetta hérna, kíkja þessu þetta hérna. Hérna eru dagsetningarnir sem ræðir. Í dag er þessi dráttur sem við vorum að klára núna, svo á morgun er seinni umferðin. Svo er 9. eða 10. júlí og það kemur í ljós skilst með 20. júní. Hvort við spilum 16. eða 17. júlí. Svo vinnum við þann leik vantilega því við erum frábærir og hérna æðislegt. Vinnum þetta fyrstu 2 leikina og þá er dregið 22. júlí í 3. umferð. Þannig við vitum sem strömmurlega áður en við byrjum seinni umferðina og byrjum 3. umferðina hverju við spilum við. Þannig að svo förum við gegnum þessar 3 fyrstu umferðir. Þá er playoffið, það er þá playoffið að komast í sjálfa riðlakeppnina eins og hún er, eins og við þekkjum hana. Og hún hefst þarna í lok ágúst. Núna er ég ekki alveg með á hreinu, við skulum kannski fá það á hreint Helgi fyrir morgundaginn, hvernig við virkar, segjum við vinnum fyrstu umferðina, töfum í annan umferð, hvernig það allt saman virkar á morgun. Við erum með það allt saman klárt. Já, ég er með það. Ef við vinnum
ég með það þannig, en Víkingur vinnur fyrstu umferð, þá er nefnilega bara strax spilað önnur umferð 23. 4. júlí og 30. 31. júlí, en við getum farið betur við þetta á morgun. En hörðu, eitt fyrir í lokin, út af við erum að tala Shamrock Rovers, nærðu að ég var að senda þér hlekk á heimavöll, ef þetta er rétt, googla hjá mér. Væntu það spurt mér svona fallega, því ég var akkurat að reyna það og sjá hvort það getur ekki bara gert það bara í eitt takka. Kalla Stadium. Þetta eru nýjar upplýsingar, allt nýjar upplýsingar sem eru að koma Jú, þarna er hann. Þessi mynd á að vera tekin í júlí, reyndar fyrir 10 árum síðan. Já, eitthvað hefur nú breytt síðan það. Kaffi, já. Ég sé bara fyrir mér undir Bet at Home hægra megin inn í teiknum, já sem markmaður stendur svona óskur. Þarna verður við náttúrulega með læti. Hlakka mikið til. Sko, þetta er, við gátum, við getum ekki valið og við má ekki að vera ánægður eða óánægður með eitthvað lið, þetta er bara öll þessi lið eru erfiðir mótherjar, en svona ferðalag það getur verið miklu verða ferðalag. Við getum sterkari lið og erfiðara ferðalag, en þetta er bara frábært, við kveðjum bara í dag, en við verðum aftur á sama tíma morgun í beinni, betur undirbúnir með færri tæknimenn sem að klúra málunum og bara óskum ykkur góðs gengis, kæru Víkingar, sjáumst í kvöld á leiknum gegn Val. Miðasalan er á stubur.is og við hvetjum ykkur til að mæta því að Valsararnir eru búin að gera helviti vel við okkur, fáum bara aðgang á fjósunni frá klukkan 18:15, sjálfur Arnar Gunnlaugsson mætir klukkan 19, sharp, hann kemur ekki 19:05, hann kemur ekki 18:55, hann kemur klukkan 7. Svo förum við þaðan beint út í stúku og þar er búið að byggja bar og veitingasölu fyrir okkur við hlið stúkunar. Já, ég kalla þetta gott, ég kann að meta svona. Það vill enginn missa þessum leikann á móti Val. Leikurinn í fyrra var svona hápunktur sumarsins, þannig að ég held að eigi allir að mæta þarna á Hlíðarenda í kvöld. Sammála því og við eins og Sverrir orðaði skemmtilega í gær á Twitter, hann sagði við unnum á fyrirleikinn, við unnum á meðan leikstóð og unnum á eftirleikinn. Það er ekki að segja bara að við förum sömu leið í kvöld. Spennandi. Herðu, við sjáumst á kvöld, kæru Víkingar, takk fyrir okkur, sjáumst á morgun og til hamingju með þetta. Sjáumst. Takk sem við. Sjáumst.